Og nóttu verður búin á þessum viljum af. Þannig að það engin ríður gefinn. Allir syngja, taka upp söngheftið sitt. Það sem að lífið sjálfandi. Að lífið sé sjálfandi. Allir búin að finna það. Og til í þetta. Kæru þorrablásgestir, nú svo komið að í 35 ár hefur Sölvi lesið annálið. 35 skipti í 35 ár. Við ætlum, eða hann heilingi þá því að bið ykkur, þegar ég ekki að merkja eftir, þá við ætlum að skála fyrir honum og þakka. Og ég ætla að bið ykkur að, þetta er eina skipt sem megi taka upp símann, að hafa ljósið klára símannum, þannig að við ætlum að þakka honum fyrir. Er þið klárið þar? Hann veit ekki að því, hann er hérna bakfið. En þannig er það nú samt, að eftir þessi 35 ára þá ætlum við að í leiðinni að kynna einn nýjan mann. Þannig að við ætlum að byrja á því að þakka honum, munið að kveikja ljósinu að skála. Þannig að ef við byrjum á því við ætlum að byrja á því þá ætlum ég að byrja ykkur á því að við ætlum að kynna þennan nýja mann. Við skulum byrja á því að klappa fyrir honum. Gjörið svo vel. Klöppum núna almennilega. Þetta er að koma hérna til mín, þetta er ljósið. Þetta er koma hérna til mín í ljósið, svo sjáum við betur. Þeir eru komið nýja mann. Þessi maður heitir Sölvi
og hann ætlar að lesa annálinn í næstu 35 ár. En nú ætla ég að bíða ykkur að kveikja ljósin og við ætlum að skála og þakka Sölva fyrir þessi 35 sem að komin eru. Þetta er ljós fyrir þig, Sölvi. Hvað er það? Og við bjóðum, hvernig bjóðum við svo nýja Sölva? Hjartanlega velkomin. Hvað er það? Sama röddin, annar maður. Hann átt kvöldsins, gjörðu þið svo vel. Kæru svartalingar, og áhugamenn og aðrir gestir. Árið 2024 hefur í raun og sannleika verið ár kvenna á Íslandi. Svarfaðardalur þar engin undantekning. Strax á síðasta þorrablóti var ljóst í hvert stefndi. Þar sem eiginum var pakkað inn í gamalt bleikt rúlluplast frá Hofi, voru bændur kenndir við konur sínar, eitthvað sem ekki hefur tíðkast áður hér í sveit. Á blótinu í kvöld verða vonandi allir kenndir með öllum í anda jafnréttis. Undirbúningur fyrir blótið hefur ekki gengið snurðulaust fyrir sig. Síðasta þorrablótsnefnd var skipuð fólki sem afar upptekið og það sem verra afar upptekið að sjálfu sér. Til stóð að gamla nefndin myndi halda lokafundi í febrúar, en næsti lausi fundartími sem nefndin fann hjá sjálfri sér var miðjan nóvember. Viku áður en plastbíllinn átti að koma. Þegar gögn fyrri nefndar loks bárust þorrablótsnefnd hefði mátt búast við mörgum þéttskrifuðum blaðsíðum af gagnlegum upplýsingum. Voru það til nokkur vonbrigði fyrir nýja nefnd þegar í ljós kom að ekkert var að finna í gögnunum annað en reikning fyrir dótasíma og gerði rjóma frá Jóni Steinari og Anítu. Reikning fyrir eldhúsáhöldum í nýtt eldhús Dags og Bryndísar og Þverár og greinargerð sem hljóðaði svo. Er farin til Prag með kvenfélaginu, skoðið bara samantekt Gullu og Steindyrum frá árinu og undan, gangi ykkur vel. Trausti og Ása og Hofsá leiddu síðustu þorrablótsnefnd. Trausti hefur löngu þótt hallur undir kvenfólk og haft mikinn áhuga á því. Þetta eru engar fréttir. Í aðdraganda síðasta blóts lagði Trausti á það mikla áherslu að fylla rima af barbídúkkum og skreyta húsið bleikt, hátt og lágt, svo mjög að jafnvel Ásu blöskraði og kallar hún nú ekki aftur ömmu sína í þessum efnum. Sumir finna barnið í sjálfum sér, en þarna fann Trausti konuna í sjálfum sér og hefur ekki litið tilbaka síðan. Á meðan stórbændur í dalnum skipulögðu tækjaskoðunarferð til Danmerkur, skellti Trausti sér frekar með kvenfélaginu tilraun í hjálpartækjaskoðunarferð til Tékklands. No, I am video. Kalla vilja koma með í
Yfirvöld í Prag höfðu vaðið fyrir neðan sig þegar kvenfélagið Tilraun kom í heimsókn. Öldurhúsum var lokað, öryggisgæsla stórenn og eiginkonur ráði frá því að sleppa eiginmönnum sínu lausum út úr húsi á kvöldi. Fátt annars vitað þetta ferðalag sem gæti stafað af minnisleysi, óhóflegri áfengisneyslu, skipulögðu þagnarbindindi þeirra sem fóru. Talandi þagnarbindindi, kallarnir og Grund og Hóli, Hjálmar í Dæli, Matti á Hrafsstöðum, Bjössi Úlf og Gulli Svans, tækjasjúklingur, hafa aldrei geta haldið sér eins lengi saman og eftir komu sína heim frá Danmörku, svo kallaður landbúnaðarferð. Skýringin líklega sú að ekki einu sinni þeir sjálfir vita eða muna hvað gerðist í ferðinni. Annað en það að öll tæki voru margfalt stærri en þeirra eigin tæki og jafnvel stærsta dráttarvélin á Hóli var eins og ómerkilegur leikfangatraktor í samanburðinu. Það eina sem hefur lekið út ferðina eru nokkrar ljósmyndir, en hér sjást svardalskir stórbændur horfa öfundaraugum á danskan kúastít. Óska eftir heyi til kaups, svo ég geti selt öðrum svardalskum bændum heim. Sölvi á Hreiðarstöðum. Plastbíllinn kemur ekki í dag vegna lélegrar mætingar bílstjóra. Tökum á okkur hrossasmölun, helst að næturlagi, Jón Bjarki og Kristján á Tjörn. Bændurathugið búinn að fá mér flotholt, þannig að ég get komið og rúllað. K20 EHF Hofi. Týndum ruslabíl sem átti að vera á leiðinni en sést hvergi. Ruslið vísu allt löngu fokið. Gulla og Hjalli á steindinni. Þór á Bakka kom kátur heim af síðasta blóð, enda fannst honum hann hafa sloppið ótrúlega billega frá annarnum og mun minna grín var gert á honum en efni stóðu til. Á hlaðinu steig Þór villtan gleðidans en mundi þá allt í einu eftir svellinu sem hann stóð á. Hann mundi líka eftir því að hann væri kominn nokkuð vel við skál. Hann mundi eftir því að hann væri árinu eldri en í fyrra og hefði þar af leiðandi átt að drekka einum bjór færra en í fyrra. Þá mundi hann enn fremur eftir því að hafa nýlega stórslasast á gönguskíðum. Þetta allt og meira til gat Þór rifjað upp meðan hann sveif láréttur í loftinu og snerist eins og þyrla. En eftir að hafa lent flatur á svellinu mundi hann ekki meira. Kristín fór inn á undan bónda sín og beið léttklædd eftir honum í rúminu. En þegar ekkert bólað á honum fór hún að gá út á hlað. Fann hún hann þar reifaðan og liggjandi í götu. Henni fannst ekkert athugavert við að sjá Þór liggjandi á hlaðinu. Hann væri sennilega að dytta af pústurörinu og heimilisbílinn, þessi elska. Þór enn að jafna sig á birtunni, en pústurörið á heimilisbílnum hefur sjaldan verið betur. Flestir
héldu að rígurinn milli Skíðdælinga og Svarfdælinga heyrði sögunni til. Þennan ríg, þar sem hugmyndir jarðgöng gegnum Tröllaskaga virðast þó hafa blásið klæðum í þennan ríg, þar sem göngin gætu verið boruð hvort heldur austan eða vestan megin, allt eftir því hvað hugnast Þórólfi kaupfélagsstjóra. Hafa bændur í hvorum dal fyrir sig nú þegar gert hosu sína grænar fyrir honum í þeirri von að göngin lendi réttu megin. Kalli á Hóli þreytist seint á að hæla kaupfélagsstjóranum á hvert reipi og til að samfæra hann að bora göngin Svarfaðardalsmegin hyggst Kalli opna vegasjoppu, endurreisa gamla olíuskúrinn á Hóli niður við þjóðveg og fylla að nýju á eldsneytisstæðum. Gunnar og Auður í Göngustaðakoti eru alveg til í að fá göngin sín megin, þar sem möguleikar þeirra á að ná til fleiri kjósenda mundu stóraukast. Þau hafa sammælst að fara aldrei í framboð á sama tíma heldur skiptast á, því annars hætt við að framboðið meira en eftirspurn. Anna Dóra og Eddi á Hraunshóli eru á báðum áttum varðandi hugsanlega jarðgöng. Í aðra röndina líst þeim vel á aukna umferð og viðskipti, en á hinn bóginn hugnast þeim ekki að þungur umferðardynur yfirgnæfi hið lágstemda og angur væra hljóð sem þyrluspaðarnir gefa frá. Sonur Jökull var gjörsamlega úti að skíða á árinu. Hann leitaði langt yfir skammt þegar hann var kominn alla leið til Indlands í leit á snjó. Þar var hann gómaður af lögreglunni með gervihnattasíma sem aðeins glæponar og uppreisnarseggjur nota. Mátti Jökull dúsa í gluggalausum fangaklefa án matar og drykkjar í hálfan sólarhring áður en hann var leiddur fyrir dóm og sakfelldur. Til að sleppa við fangelsisvist þurfti Jökull að reiða fram þungur fjár í sekt, alls 500 indverskar rúpíur sem jafngildir 820 íslenskum krónum. Þeir Hjörtur og Baldur frá Bakka eru samstíga í flestu, enda samfeðra en ekki endilega samferða. Áður þurftu þeir til Reykjavíkur daginn áður en plastbíllinn átti að koma, án þess þó að ræða það hvor við annan. Það voru völdu að ráða þegar kom að ferða til Högunni. Bíll Hjartar var bilaður, en Baldur fékk aftur á móti valkvíða þegar hann kom út á hlað og þurfti að velja á hvaða ökutæki hann færi suður. Nægt var úrvalið.
og lappir bærar upp að njánum. Hundarkonur minn virða yfir raun og hólana, drengur gegnum sólana, færður til veiða. Jólaleiti sáust ófínilegar skuggaverur á ferð í jarðbrú með alls kyns böggla og skjóður í farteskinu. Þeir sem til sáu urðu logandi hræddir, fullvissir að þarna væru Grýla og Leppaúlfur loksins komin til að éta alla óþekktar ormana í Laugahlíðartorfum. Eftirgrennslan leiddi hins vegar í ljós að þetta voru Bogga og Friðrik að dröslast með búslóðina út í Brekkukot. Þau höfðu neyðst til að flýja grund, hálfklædd á hlaupum undan brothömrum Kalla og Begg. Kalli, sem var aldrei þessu vant, frekar taugastrekstur, beið ekki boðanum með að brjóta niður allt innandyra á grund. Að mati Kalla og Beggu var þar allt orðið úr sér gengið, fallið úr tísku og ekki nokkru manni samboðið. Ekki langt síðan Kalli og Begga rústuðu heilu bíli í Hringsholti af sömu ástæðu og því ljóst að skemmdarfýsn þeirra hjóna óseðjandi. Veiðifélags Svarfaðardalsár var á sínum tíma flestum gleymd. Sárafáir sóttu aðalfundi félagsins sem voru yfirleitt haldnir árlega á 2 ára fresti. Í dag staðan allt önnur. Árið 2024 var áhuginn slíkur að haldnir voru 2 aðalfundir sama kvöldið. Þetta var í lok maí, rétt áður en plastbíllinn átti að koma. Aldrei hafa jafn margir sótt fundi veiðifélagsins og umrætt kvöld. Að vísu voru það ekki umræður veiðar og afla sem drógu fólk að, enda gafst enginn tími til að ræða slík smáatriði. Fundargestir mættu á rima til að fylgjast með framfylgni við fundarsköp og til að sjá hver stjórnarmanna myndi reiðast fyrstur, verða vitlaus og hlaupa út. Stjórn veiðifélagsins vildi í ljósi atburða ársins á undan hafa vaðið fyrir neðan sig. Mönnum þótti ljóst að illir andar hefðu hreiðrað sig innan félagsins og til að kveða þá niður var ákveðið að fá særingamann á fundin. Þegar enginn slíkur fannst var í staðinn ákveðið að fá særingarmann á fundin. Tilvalið þótti að fá Rappa sem fundastjóra, enda með sköp á heilanum. Bæði fundarsköp og kýrsköp. Karó á Mástöðum hefur reynt að girða sig af heima með rammbyggðu grindverki í íbúðarhúsi. Æstir aðdáendur og vondiðar hafa þó ekki látið það stoppa sig í að ná til hennar. Fyrir nokkrum árum
ruddi Sigvaldi í Hofsárkoti hluta grindverksins í burtu en varð ekki frekar ágengt. Losaði hann sig þá við dráttarvélina. Úti í Hreiðarstaðakoti ákvað að bæta hann betur, enda þarf meira en grindverk til að stoppa hann. Þegar Karó átti afmæli þann 1. apríl kom úti í hlað á hvítum hesti með stóra blásaðan frá steypustöðinni og blés öllu grindverkinu eins og hann lagði sig langt upp á tún fólksmanna. Engum sögum fer af viðbrögðum Karó, en kýrnar á hóli munu eyða vetrinn með flísar í tungunni, hjartlandi á rútum úr gamla grindverkinu. Heyskapur gekk annars afleitlega. Í byrjun september þegar plastbíllinn var væntanlegur, höfðust svartælingar við heyskap. Einar á Urðun sá fram á mikinn þurrk, rauk því af stað og eyddi hálfum degi í að slá túnbleiðir sem var óvenju lítið grýttur miðað við Urðatún, aðeins 40% stór grýti. Slátturinn gekk nokkuð vel, en að honum loknum var meðalvindur úr suðvestri komið vel yfir 40 metra á sekúndu og heyið löngu horfið. Ysta hringinn á túninu þurfti Einar að slá með rúðuþurrkurnar í botni til að sjá út, enda fauk heyið út í buskann jafnóðum og það kom undan ljánum. Það litla hey sem ekki fauk út í nóa skrælnaði á nærstöddum girðingastaurum. Þar sparaði Urðabúið mörg þúsund krónur sem annars hefðu farið í að borga K20 EHF fyrir rúlubindi. Á himni sólin skín og sunnan golan hvín. Tætir hann traktorinn túnið með ljáinn sinn á meðan heyið fíkur burt. En bætir bílinn í líka góluskín. Einar þó áfram slær í ángistarkasti hlær á meðan heyið fíkur burt. Meðan indarnir vögguljóð og veiðarspá, veðurstofan sýnir storm í kortasjá, en auður engan gauk því gaf grautarausinn einar, og heiðarinn fauk allur eitthvað og gíði flestöld skjól. Fauk hey dal og hó, tvístruðust tugurnar, tárvotur Einar var, á meðan heyið fauk allt upp. Á meðan heyið fauk allt upp. Á meðan heyið fauk allt upp. Íbúar Dalvíkurbyggðar athugið. Bjóðum upp á leiklistarnámskeið á næstunni, fleiri komast að en vilja, Víkurkaup. Óskum eftir verktaka til að sjá slátt, görðum og rúllubinding.
Eigum ýmiss konar tæki til að gera þetta sjálf, en þau eru öll biluð. Friðjón og Bjarghildur í Syðra Garðshorni. Óska eftir ferðafélögum, einungis konum, Trausti á Hofsá. Óska eftir logni til aðstoðar við húsbyggingu, Syðra Holt. Plastbíllinn kemur ekki í dag vegna veikinda. Óþarfi að hafa mörg orð það hér hvernig tíða fari síðasta sumar. En það sannleikur í stundu lygilegri en skáldskap vegna alls þess sem á undan í gengið varðandi síðbúið vor, ótíð, ónýtún, langdreginn heyskap og uppskerubrest vissi enginn hvenær göngur og réttir ættu að fara fram. Árni Siggi fjallskilastjóri og fjallskilanefnd vissu það ekki. Gunnar í Göngustafakoti, formaður dreifbýlisráðs, vissi það ekki. Bændur vissu það ekki og kindurnar vissu það ekki. Sveitarstjórn vissi það ekki og fannst því gáfulegt að spyrja Ásk og Ströndunga hvenær þeir ætluðu í göngur. Svör þeirra voru teygjanleg og loðin eins og þeir sjálfir. Dreifbýlisráð tók loks af skarið og ályktaði að göngur í Svarfaðardal skyldu hugsanlega gengnar aðra helgi í september ef bændur vildu, en það gæti líka gengið að ganga einhverja aðra helgi í september. Þá yrðu seinni göngur örugglega seinni. Í kjölfarið hófu menn að klóra sér í höfðinu yfir dagatalinu og rífast hvaða helgi teldist vera önnur helgi í september og hvaða helgi teldist einhver allt önnur helgi í september. Símtækja Árna Sigga fjallskilastjóra var rauðglóandi eins og hann sjálfur í margar vikur, þar sem bændur og búalið hringdu án afláts og færðu rök fyrir því með og á móti að færa göngurnar eða færa þær ekki. Nokkur var á svonefndu Ragnars Reykháls tilkynni í símtölum við fjallskilastjóra þar sem sumir sem hringdu voru komnir í hrópandi mótsögn við sjálfa sig jafnharðan og vildu jafnvel í sama símtalinu færa göngurnar og færa þær ekki. Árni Helga í Ólafsfirði vildi leggja bændum lið í göngunum. Ákvað hann því að bjóða upp á ódýrar þyrluferðir fyrir gánamenn sem myndu þannig spara sér sporin og létta sér lundina. Voru bændur og gánamenn margir hverjir orðnir afar spenntir vegna þessa boðs, jafnvel gánamenn sem höfðu ekki farið í göngur í fjölda ára. Þegar kom að stóru stundinni hafði hins vegar snjóað niður undir fjallsgirðingu. Flestar vitibornar kindur voru komnar heim, enda höfðu þær ekki verið látnar vita af seinkun gánum. Tilgangslaust var fyrir gánamenn að nota sér þyrluflugið, en sumir gerðu það þó samt. Í Koti var ákveðið að kjötsúpan yrði að sjóða áður en hægt væri að bjóða gánamönnum inn í bæ. Til að drepa tímann fram að kjötsúpunni lét blöðrung þyrluna fljúga með gánamenn í efstu göngur þar sem þeim var hent út í snjóskafl. Máttu þeir svo tróða snjóin upp í klof alla leiðina heim aftur en rákust sem betur fer á nokkra kindur á leiðinni. Í afréttinu þurftu menn bæði að ganga og einnig ganga örna sinna.
Ljóst þótti að aukinn fjöldi gámamanna og aukinn ferðamannastraumur kallaði á róttækar aðgerðir í frárennslismálum í Stekkjarhúsi. Gánamenn töldu sig vita vannýta þrófið Þverá sem tæki nú úrgangi úr nýju eldhúsi Dags og Bryndísar. Tóku þeir sig því til og tengdu frárennsli Stekkjarhúsi inn á Þverálögnina án þess að segja nokkrum manni frá því. Þveraþróin er bæði lífræn og umhverfisvottuð með sjálfvirkum losunarbúnaði þannig að þegar þrýstingur er orðinn ákveðinn mikill dreifist hágæða áburður yfir nærliggjandi svæði sem verða að líkindum miðjagræn næsta sumar. Lögnin er það löng að þegar sturtaði niður í Stekkjarhúsi skilar það sér á leiðarenda við Þverá 7 til 8 dögum síðar. Á Hnjúki höfðu þyrluflug og seinkun gána engin áhrif. Þar er hvort eð er farið í göngur alla daga í september, október, nóvember, öll ár og eftirleið til desember svo að það verði ekkert djöfulsins vesen eftir Í Ytri-Garðshorni snerist allt fjárlag annars vegar og plægingu hins vegar. Gaman verður að fylgjast með áframhaldandi fjárprófstarfsemi Hatta og Hildarbirnu næstu misseri. Í Laugahlíðartorfunni átti ræktun erfitt uppdráttar eins og annars staðar. Helst var það illgresi sem blómstraði. Máttu Krylla og Sigurjón eyða ótal klukkustundum í að hreinsa arfa og óæskilegan gróður úr garðinu sínum. Þegar leið á sumari barst þeim óvæntu liðsauki í baráttunni í illgresi þegar hópur kinda mætti eins og himnasending og tók að háma það í sig. Því miður hurfu kindurnar eina nóttina og sáust ekki meir. Lét Sigurjón gremju sína í ljós á sveitamálasíðu Dalvíkurbyggðar á Facebook og auglýsti eftir kindunum þar sem hann sá fram á að þurfa aftur að fara niður á 4 fætur til að reyta arfa. Bændur í Brekku furðuðu sig á því hversu margar brekkukindur heimtust í Tungurétt í haust. Það mál er óútskýrt. Síðasta vetur bunkuðust upp svell á túnum bænda þannig að fljótt stefndi í óefni. Fisast hafði út að bændur myndu fá svokallaða svellbætur frá Bjargráðasjóði þar sem greiðslur yrðu í samræmi við þykkt svella 10.000 krónur á sentimetra. Horfandi á svellin bjóst Kalli á Hóli við Kafi á Hóli og var upp á því kallaður Kafi á Hóli. Til að tryggja bókagreiðslur hélt hann út á tún með nokkra lengdir á fórum og hriktarmælti svellin í beinni á Facebook. Einar, horfðu á mig? Þegar nálgaðist 2 metra dýpi var aðeins farið að draga niður í borginni, en ekki mikið.
Engan þarf að undra að borvélas hafi selst upp í Víkurkaup í kjölfarið. Jói og Eydís á Hnjúki mistu af því að kaupa borvél í Víkurkaup. Þannig að Eydís lét duga að grafa holu og lykta af kalinu í vonum bæ. Mikill uppgangur var í svartdanskri sauðfjárrækt á árinu. Á Tjörn töldu Jón Bjarki og Björk skynsamlegast að saga gat á gamla mykjuhúsið og breyta því í fjárhús. Munu þetta vera fyrstu fjárhúsin í dalnum þar sem kindurnar eru hafðar í mykjuhúsinu en mykjan geymd á hæðinni fyrir ofan. Þegar mykjuhúsið verður orðið fullt af kindum sjá Jón Bjarki og Björk fyrir sér að nýta plássið undir kirkjugólfi Tjarnarkirkju til að hýsa sauðfé. Þannig yrði einnig úr sögunni hið þráláta vandamál varðandi það hvernig best sé að kynda kirkjuna. Jón Bjarki og Björk töldu skynsamlegast að tæma mykjuhúsið áður en gat var gert á það. Í Brekku var þessu öfugt farið. Þurfa fannst skynsamlegast að gera gat á gamla húsið meðan það var enn fullt af skít, enda eigði hann vonum að selja rándýra lífræna mykju í Syðra-Holt. Skemmst frá því að segja að Gurri fekk lífrænu mykjuspíunar beint í fangið og rann í hægðum sínum og hægðum úthellingsins niður undir reiðveg og endaði brúnflekkóttur og flæktur í túngirðingu. Skriðþungi mykjunnar sannfærðu ábúendur í Brekku endanlega að færa þyrfti heimreiðina út í Brekkukot og tengja nýrri heimreið þar sem koma mætti upp hringtorgi og mislægum gatnamótum. Sveitarfélagið hafnaði alfarið að taka þátt í kostnaði við nýja heimreið þar sem ábúendur hefðu getað sagt sér það sjálfir að til að búa í Brekku þyrfti bæði að keyra upp Brekku og niður Brekku. Í Syðra-Holti sauðfjárræktin nú þegar farin að skila það miklum hagnaði að ábúendur sáu þann kost í stöðunni að reisa peningageymslu úti á miðju túni. Geymslunni var fundinn staður í dýpstu lautinni á túninu til að minna bæri á mannvirkinu og til að dempa niður hina megnu peningalykt. Mikil á að koma geymslunni upp. Meðan aðrir sveitungar forðuðu lausamunum í skjól fyrir yfirvofandi suðvestan roki, ruku Eiríkur og Inger út á tún með krana og hófust handa við að reisa geymslu. Doddi og Ella og Jarlbrú ákváðu öfugt við marga aðra að draga saman seglin í sauðfjárræktinni. Hefur Doddi haft allt á hornum sér síðan. Þegar hann beið eftir plastbílum sá hann kindur við húshornið hjá sér. Við það snöggreiddist hann og hringdi í hrísagvend og hellti sér yfir hann svo munaði. Hrísagvendur kom aldrei þessum andtekju upp orði en eftir það bil 10 mínútna samfelldan reiðilestur fattaði Doddi að hann hafði ætlað að hringja í Gurra í Brekku en ekki hrísagvend. Bað Doddi þá
þá hrísakvændum að skila þessari kveðju sinni orðrétt til Gunna og Kettina. Það hefur verið vitað lengi að Sökkur væri afburða gott sauðfé, að minnstakosti var það álit Þóru og Sveins sem selja kynbótagripi beint frá bíli. Gæði Sökkufjársins voru gerð sveitungum ljós haustið 2024 þegar Sökkubúi skilaði í fyrsta sinn opinberri afurðaskýrslu fyrir sauðfé. Þar kom meðal annars fram kjötmat þeirra Þóru og Sveins. Aldrei hafa sést viðlíka tölur í Svarfaðardal fyrir lögun, 9,5 fyrir bakvöðva, 21 fyrir læri. Meira segja drekalömbin á Búrfelli lét út eins og kettlingar í saman. Til að bregðast við þessari óvæntu samkeppni afréðu þau Guðrún og Gunnar að kaupa hrút af Sökkubúinu á fengitímanum fyrir morðfjá. Eftir skamma dvöl á Búrfelli þótti þeim vera orðið ljóst að hrútunum frá Sökkur myndi ekki koma til með að kynbæta Búrfellsstofninn nema síður væri. Eftir mikið og ákaft þukl töldu þau að lærieinkunn hrútsins væri að minnstakosti 2-falt of há. Þegar þetta var borið undir Þóru, taldi hún að hugsanlega hafi undir í mistök þuklað Sveinin eftir og þar af leiðandi gefið einkunn í samræmi við það. Donna í Klaufabrekknakoti og hænurnar í Klaufabrekknakoti lifa flesta daga í sátt og samlyndi. Dag einn þegar plastbíllinn var væntanlegur var Donna búin að gefa hænum útrunna ávexti frá Finca Press. Þegar ekkert bólað á eggjum sá hún eðlilega eftir útrunnu ávextunum ofan í hænurnar, tók ávextina af þeim og bjó til sultu handa sjálfum sér í staðinn. Það var því ekkert eggjabrauð með kaffinu í Klaufabrekknakoti þann daginn, heldur ristaðbrauð með súrsætri súrsötu. Staðan önnur á Klaufabrekkum, þar sem Gulli, Fía og Jóna Heiða hafa ekki undan að keyra á teltum. Hafa þau pantað nýtt tæki í hænsnahúsið, svokallaðan hænsnakreisti. Það tölvuþjarkur sem hefur það hlutverk að fara húsið og kreista hverja hænu til að ná út einu aukaeggi, en það munar hvert egg. Oftar en ekki liggur mikið við að koma eggjunum í búðir og þá þarf heimreiðin á Klaufabrekkum að vera greiðfær.
Mokstur hins vegar ekki alltaf auðveldur. Það fer eftir því hvaða tæki fara í gang og hvaða tæki gera það ekki. Björgunarsveitin á Dalvík vann mikið björgunarafrek síðasta sumar. Steindyrakvígan straut álpaðist niður í Þveragilið, lenti í sjálfheldu og komst hvergi. Hjalli hringdi í Gullu, Gulla hringdi í Gylfa, Gylfi hringdi í björgunarsveitin, björgunarsveitin hringdi í Jón Bjarka. Þótti óhætt að sækja Spraut. Sprauta þakkaði björgunina með því að eignast kvíguna björgun, skál fyrir því. Annars var allt í föstum skorðum á Steindyrum. Gulla og Hjalli voru í fríi þegar rigndi, sem þýddi að þau voru meira eða minna í fríi síðasta sumar. Gylfi og Mjartaþjónninn sáu kýrnar, en Gulla og Hjalli sáu Hall og Steindyr, gánapartíið og allt þetta skemmtilega. Næsta sumari fyrirhugað að setja fatasöfnunargám á hlaðinu á Steindyrum í samvinnu við Rauða krossinn, en árlega falla til 100 kíló af óskilamunum og fötum sem gestir á hinum ýmsu Steindyraverslun skilja eftir sig víðs vegar lóðina og íbúðarhúsin. Óska eftir girðingarefni, á sama stað er óskað eftir friði frá mokstursmönnum. Karó á Mástöðum. Gánamenn athugið, 9 flugveggipillurnar komnar. Gott með gánaflegnum, þyrluferðir Árna Helga e.h.f. Óskað er eftir eigendum hunda, katta, kinda, hesta og svína. Ef eigendur finnast ekki, verður dýrunum komið fyrir í brekkum. Óska eftir rafvirkja til þess að setja sjónvarpið í samband. Nóg til af nýrri sultu. Dóma í Klaufatrögn. Plastbíllinn kemst ekki á morgun vegna framfergis. Á Hofsá var hvorki hringt í björgunarsveitina né Jón Bjarka, þó svo að kvígan gjörsamlega sturlaðist á hlaðinu, hlipi burt og sæist ekki meir. Ekkert spurðist til kvígunar í margar vikur, enda fór ekki fram nein skipulögð leið. Þetta var nokkur frábrugðið því sem gerðist síðast þegar verðmæti týndust á Hofsá.
en það var þegar drykkjarhorn kvíða týndist í göngunum ára. Þá var mun meiri viðbúnaður en nú og kannski eðlilega þar sem mun meira var í húfi. Hofsárfólkið til mikillar gleði dúkkaði kvígan óvænt upp á Hofsáreyrunum mánuði síðar með lítinn kálf í eftirdragi, einmitt þegar flestir voru farnir að halda að kvígan væri komin inn í fjósindæmi. Á Hofi hefði verið nær að hringja í einkasbæjara en björgunarsveitina þar sem 6 heimalingar gufuðu upp með dularfullum hætti sama dag og Hofsárskvígan. Í þann mund sem plastbíllinn átti að klára. Getgátur voru uppi að heimalingarnir gengu undir Hofsárkvígunni en ekki tókst að færa sönnur á það. Jón Hær, fjárbóndi á Hnjúki, kom keyrandi frá Akureyri, horfði aldrei þessu vand ekki á veginn og sá 3 af 6 heimalingunum blasa við í 100 kílómetra fjarlægð upp á Hamarstað. Þetta var merkilegt, þar sem kíkirinn sem hann var með átti aðeins að geta dregið 50 kílómetra. Þrenningist náðist en ekkert bólar á hinum 3. Ólíklegt að hvarf sem þetta geti endur tekið sig, þar sem búið að stækka alla glugga á Hofi og þar að meðal eldhúsgluggan og vöktunarsvæðið því orðið enn stærra en áður. Á Uppsölum eru nú komnar kindur að nýju. Þór og Stella hafa svarið fyrir það að hafa stolið heimalingunum á Hofi, heldur hafi þau þvert á móti gert sitt besta til að hafa upp á þeim. Hefur Þór klippt niður nánast alla runna og trjágróður í 20 kílómetra radíus frá Uppsölum til að ganga úr skugga að þar leynist engir heimalingar. Dularfullir atburðir áttu sér stað í fjósinu á Ytra-Hvarfi að loknu síðasta flóti. Á öryggismyndavél sáust nokkrir skuggalegir menn brjóta sér leiðinn í fjósið og þar ráðuðu þeir allt, opnuðu hlið, létu mjaltaþjóninn reyna að mjólka sig og drukku loks mjólkina frá smákálfunum. Eftir róti finnum fjör og förum ekki að hátta. Við getum djammað duglega og djúsa fram til 8. Drykkjusvalleg strembri starfi, staulum stein í Ytra-Hvarf. Já, lygileg var þetta þorrablótsgeim, en nú fórum við ekki að fara heim. Við læðumst hægt lítið fjós og leggjumst þar í jötu. Draugfullir og drafandi, við drekkum mjólk úr fötum. Við bullum smá í beljanum og bjórinn gefum kálfunum. Já, lygileg var þetta þorrablótsgeim, en nú fórum við ekki að fara heim. Við höfum hvorki stað né stund, en skipt við drekkum bjórinn. Ef partíið í pásu fer, þá pissum við í flórinn. Við drekkum ost til óbóta og æfum ögn og róbóta. Á morgun þá enginn eitt veit eða mann, hvorki hlýðin né styrmir né eina dag. Eitt
Helsta áhugamál Svarfdælinga að ríða, eða minnstakosti láta líta út fyrir það. Heldri Svarfdælingar á Hánefsstöðum, Sökku og Brekkukóti fóru í hestaferð sem gekk út á það að keyra með hestana rétt inn fyrir Akureyri, leggja þar, fara í Jóga og keyra svo tilbaka. Félagsskapurinn reiðmenn syndanna fór líka í hestaferð á árinu. Mikil leynd hvíldi yfir ferðatilhögunni, reyndar svo mikil að reiðmennirnir vissu ekki sjálfir hvert ætti að fara. Tveir af forvígismönnum hópsins, þeir Atli í Koti og Hjálmar í Dæli, ákváðu að fara á sama stað og síðast, en vandamálið var að þeir gátu ekki munað hvaða stað þeir fóru á síðast. Fór meiri hluti ferðarinnar nú í að rifja upp síðustu ferð, keyra Þingeyjarsveit með hestana í kerru og geta sér til hvaða staðir voru skoðaðir. Eftirminnanlegasta hestaferð ársins var þó tvíveralaust sundferð hest sem sást svamlandi út í miðri Svarfaðardalsá neðan við Hánefsstaði. Stundum haft á orði að það borgi sig ekki að skipta hest í niðri á, en aldrei hefur það verið eins sýnilegt og þarna. Hesturinn komst á törn, en það ekki vitað knap. Í Dæli þótti Binnu og Hjálmari kominn tími til að mála þökin áður en plastbíllinn kæmi. Gamanið grátt hjá þeim dagsdaglega og var ákveðið að hafa þökin í sama lit. Oftar en einu sinni og oftar en tvisvar rigndi ofan í blauta málninguna þannig að grái liturinn fékk á sig margs konar vatnskennda áferð, dökkgrá þök að morgni en ljósgrá að kveldi. Það var ekki bara stöðug rigning sem gerði málningavinnuna erfiða. Í þau fáu skipti sem þökin héngu þurr voru málararnir blautir. Og svona gekk þetta á víxl í marga ár. Binna og börnin í Dæli skildu ekki hvernig stæði á því að þó svo að sólin skini væri eins og froðukennd gulleit rigning bunaði ofan á þökunum með reglulegu millibili. Skíðakrakkar sem voru að safna fyrir æfinga og keppnisferðum komust í góðar ánir við að tína dósir sem féllu niður á þökunum, enda voru það ekki bara málningadósir. Í Sveinsstaðaafrétt sáu gánamenn hversu mikið vesen var að mála blautu þökin í Dæli. Þeir tóku því þá ákvörðun að mála ekki þakið á stekkjarhúsi, heldur rífa það af í heilu lagi og setja nýtt í staðinn. Það gætu menn gert blautir og vel rúmlega það. Löng hefð fyrir því að menn séu rakin í stekkjarhúsi. Því var lögð áhersla á að hafa nýja þakið nógu þétt þannig að rakin myndi hvorki komast inn né út. Jóga og hugleiðslu hestaferð heldri Svarfdælinga, skráning hjá alla á Hánefsstöðum. Fjölmiðlar athugið, erum alltaf til í viðtal. Endilega hafið samband, við verðum í fjósinu. Gunnar og Auður fundust á þessu. Erum með alls konar kvígur til sölu eins og alltaf. Sveinn og Steinunn á meðlum.
Er með fataskáp til sölu með fötum í stórum stærðum. Einar Dan. Ég kalli uppsteypu, þarf engin tæki. Skófla, fata og góðaskapið dugar. Gunnsteinn og Sörkur. Plastbíllinn kemur ekkert þetta árið. Jæja, það er tímt lokað. Það sé nokkuð meira. Jó, við. Sauður get ég verið. Ævintýrið brekkubónda, bakkabræður og hrútinn í Sauðagærunum. Á bæ þeim brekka heitir í Svarfaðardal, bjó bóndi einn fyrir löngu. Hann var frægur af enderum fyrir ýmislegt, þar á meðal fyrir smölum. Þegar saga þessi gerist var álið haust og plastbíllinn rétt ókominn. Höfðu ýmsir villur ávandi sauðir enn ekki skila sér af heima fjalli. Þar á meðal var sauður Jóns Garðarssonar sem saknað var frá Hrafnsstöðum. Átti sauðurinn að vera sauðmeinlaus og gæfur og innandi sig og ekki ósvipa fólkinu á Hrafnsstöðum. Maður kallaður Hrappur og það með réttu. Taldi sig hafa séð sauðinn spígsporandi ofan fjallgirðingar. Hann þyrfti að handsama hið snarasta. Það að segja sauðinn, ekki Hrappinn, þar sem búið væri að selja kjötið á honum fyrirfram beint frá bíli fyrir stórfé. Fregnaði bóndinn í Brekku af þessu og þar sem hann mátti ekkert aumt sjá, allra síst sauðfé utandyra í vondu veðri, rauk hann þegar af stað ásamt liði sínu og fann grip sem hann var fullviss að væri sauðurinn, sauðmeinlausi við skógareitin ofan við bæinn Tjörn. Hinn meinti sauður brást hinn versti við ónæðinu og rauk í smalana frá Brekku en var þó að láta í minni poka. Þótti Brekkubóndanum og fylgdarliði hans sem sauðurinn væri heldur hrútslegur, pungsýður, augsýnilega spólgraður og alls ekki sauðmeinlaus. Hvað þá gæfur? Ræddu smalarnir þetta sín á milli, en komust þó ekki að afgerandi niðurstöðu. Keyrðu þeir því rakleiðis með hinn meinta sauð í Hrafnsstaði, þar sem til stóð að Hrappurinn myndi sjá fyrir honum, því fyrr, því betra. Hrappurinn og menn hans tóku á móti hinum meinta sauð, þar á meðal voru frægir svardælskir bræður. Tóku þeir eftir sömu smá atriðum og Brekkubóndinn enda af sama sauðahús. Gísli, Eirík og Helgi.
Sauðurinn með hopp eins og hrútur. Sauðurinn með risastóra brók. Eins og hrútur. Næ, Gísli, Helgi. Sauðurinn hann smólandi graður eins og hrútur. Svona ræddu þeir sín á milli drykklanga stund. Allir voru þeir sammála að þessi sauður væri ekki sauður, heldur hrútur og það meira að segja frekar ljótur hrútur. Loks tók Gísli Eiríkur Magnús Helgi Jónsson Garðarsson á höstum af skarið og sagði: